Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi Sögu skoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Þorvaldsson heiti ég. Og við erum hlaðvarpi Sögu skoðun og við erum mættir hingað aftur til að ræða meiri sögu og sagfræði eins og fyrir daginn. Við vorum hér í síðasta þætti að ræða Austurríki á millistríðsárunum. Og í dag ætlum við að fara ykkur aðeins aftur í tíma og ætlum að ræða aðeins málefni sem að reynda að tengjast Austurríki alveg líka. Já. Þó Austurríki sé nú kannski ekki hvað segir maður, í aðalhlutverki, en það Krímstríðið miðja 19. öld sem það stríð sem fellur út í skuggan af bæði stríðunum sem voru á undan og eftir fransku uppreisninu á Napóleon stríðin fyrir og svo náttúrulega var þetta langt friðartímabil og svo náttúrulega hafa þessi stríð 19. aldar þetta fallið í skuggan á fyrri heimsstyrjöld og svo náttúrulega ekki minnst seinni heimsstyrjöld. Þannig að Krímstríð svolítið svona sérstakt stríð einmitt þarna á milli þess að tveggja stór stríða og heimsatburða. Það skipti samt miklu máli að þið hafði auðvitað töluverð áhrif. Áhugavert með Krímstríð við við höfum oft svona komið inn á þetta og við vorum einmitt að tala það að það er nú alveg komið tími til þess að 19. öldin fái smá ást og athygli hér í hlaðvarpinu. Já. Í 19. öldin hefur ekki verið mikið í sviðsljósunni hjá okkur. Nei. Og en hins vegar höfum við þetta oft svona í okkar spjölli hér svona í framhjálplaupu þetta farið þvers og kruss yfir 19. öldina og meðal annars Krímstríð og þetta tengist það beint við málefni sem við höfum rætt við höfum talað rússneska keisaradæmið, við höfum talað tvíbyltinguna eins og Hobsbawm kallaði hana, innbyltinguna og frönsku byltinguna, við höfum rætt það allt saman og stórveldin öll, þannig að það er kannski komið tími til að taka þetta svolítið fyrir því þetta auðvitað stórmerkilegt. Algjörlega, og ég held að við höfum svona talað það áður og ætla að taka þetta fyrir því þegar ég fór einmitt á stofuna og byrjaði að skoða svona, leita mér ykkur bókum og athuga hvað væri sniðugt að lesa og eitthvað svona, þá fekk ég ekki déjà vu því ég hef pottet gert þetta áður, já, og bókin sem ég vil segja svona, býttu, hef ég lesið þetta áður og býttu akkurat allt svona kunnulegt og býttu þetta kannast ég við og þennan sagfræðing og eitthvað þannig, því ég hef byrjað á þessu áður en einhverju hluti að vegna þá frestum við því eða eitthvað. En það endar samt alveg bara góður svona inngangur að þessu að því auðvitað tölum við oft það auðvitað þetta með heimildir og sagfræðina og allt þetta. Já. Og það allir með svo allir snúið einmitt að finna bók sem væri álitleg og til dæmis var ég búin að finna, ég ætla ekki að fara endilega að rauna yfir en sagfræðingin, ég var búin að finna bók sem langaði til að lesa sem bara heitir The Crimean War, A History eftir Orlando svona spurning Fikes F-I-G-E-S Orlando Fies kannski ekki Orlando Bloom. Nei, ég veit ekki til þess að hann hefði skrifað Krímstríð. Hann hefði kannski skrifað krossferðirnar. Já, hann hefði gert það. Það er ekki verðnandi á miðal og sagfræði. Þetta að leika í Kingdom of Heaven. Þegar ég líkur indjókur í hlaðvarpinu. Það er snilt maður. Já. Nei, því það er nefnilega, þú veist, bók sem fær flotta dóma og virðist margt gott hann að segja en sér þetta verið skoðað en svona sagfræðing og þá sá ég það einmitt að hann hafi verið vinnallega með þessa bók gúlagið í þá Sovétríkjunum og hafi verið þá einmitt að tala þá við fjölskyldumeðlimi fólks þá sem hefur verið í gúlaginu og jafnvel líka fólk sem hefur verið sjálft lokað inn í gúlaginu og nú náttúrulega tala hans Sovétríkjun og svona og þá einmitt áhugavert að það var hætt við að gefa út þá bók því þýðingar hans voru svo slæmar ef maður notar það orð og fór með allan að villur og slíkt þannig að það er alveg mikið sem það er til sé ég fyrir mér að bókaútgefandi drægi slíkt verkefni tilbaka
og saki þá höfundum að fara með rangt mál og Já, ok. mistúlka og misfara með heimildir. Já, það þarf örugglega mikið til. Það sé ég fyrir mér og ennfremur þá sá ég líka hann hefði verið líka gripinn glóðvolgur við það að vera að rakka niður sagfræðiritt annara á Amazon sem var mikill skandali. Já. Til þess að fólk myndi ekki kaupa það. Það fólk myndi ekki kaupa og frekar að kaupa bækurnar hans. Já, ok. Já, mér stann svona frekar skít þannig að ég... Lastu þessa bók eða? Nei, það þá lét ég henni að vera. Sem var svolítið svekk sko, því hún leit mjög vel út. Ekki fjöður í hattin hjá Orlando Bloom. Nei. En ég hef alveg heyrt sko bara náttúrulega krímstríðið auðvitað fyrir þau sem ekki þekkja til. Við erum auðvitað að tala styrjöld sem var háð árin 1853 til 1855 eða 6. Já. Á milli Rússa annars vegar og Breta, Frakka og Ottomanveldisins og Sardiníu hins vegar. Já. Og ég hef heyrt svolítið talað það sko að eins og oft vill vera í svona sagfræði þá það anglósentrismin sem að kemur svolítið sterkur inn. Já. Bretar nefnilega hafa verið svolítið uppteknir af þessu stríði og hafa haft svolítið mikinn áhuga á þessu stríði og svona þeirra hlið af þessu stríði hefur oft fengið mikla athygli í sagfræðinni þó svo að Bretar hafi alls ekkert spilað endilega aðal hlutverki í þessu stríði, voru til dæmis ekki þeir sem voru með flestu hermennina á vígvellinum. Nei, mitt. Á þeirra hlið. Það voru Frakkar, var það ekki? Jú. Frakkar hins vegar hafa haft, ef mér skilst rétt, frekar lítinn áhuga á þessu stríði svona miðað við. Já. Rússar náttúrulega hafa haft mikinn áhuga á þessu stríði í sinni sagfræði og við veit ekki með Tyrkina. Jó, nú veit ég ekki hvernig með Tyrkina, ég myndi nú skjóta að þeir hafa nú haft eitthvað áhuga á þessu, en ég held að megin ástæðan fyrir því af hverju Bretar hafa sýnt þessu stríði svo mikinn áhuga er að þetta er eiginlega eina stríðið sem Bretar tóku virkan þátt þarna á, hvað var segja, 19. öld. Svona stóra Evrópustríða því að það er nefnilega svo áhugavert að bæði, þú veist, þá frá Napóleon stríðunum og að þá Krímstríðinu börðust Bretar ekkert, tóku ekkert þátt inn í stórum Evrópustríðum og ennfremur eftir þetta þá heldur þeir sig líka utan við öll stór stríð. Já, það er auðvitað alveg góða punktur. Þá gæti bara að fyrri heimsstyrjöld. Þannig að ég held að það sé megin ástæðan. Það er auðvitað mjög góða punktur og Frakkar auðvitað voru í öðrum styrjöldum 1870 til dæmis. Já, og til dæmis Frakkar náttúrulega hásíðan orustu við Austuríkismenn, þarna ekki 1866 í tengslum við þá sameiningu Ítalíu. Og svo náttúrulega er sameiningarstríð Þýskalands þá 1870 cirka. Já. Og náttúrulega þar sem að Frakkar náttúrulega tapa orustun við Sedan og Napóleon III þar að segja af sér og allt annir. Þannig að það er náttúrulega verið svona stór styrjaldur og stormasamt fyrir Frakka. Einmitt. Og þetta þessum tók ég eftir því ég var einmitt að skoða og leitum mér að bókum að það er alveg heilmikið efni sem er til og verið skrifað mikið þetta og ég lendi þá einmitt á bók sko, sem heitir þá Crimea, The Great Crimean War 1854-56. Ég man nú ekki af hverju hann byrjar 54 í stríði náttúrulega svo sagði byrjar 53 en það er kannski þáttaka Breta er þú 54 en það var alveg prýðis bók fer vel yfir bæði aðdraganda og lýsir líka orustum og svona eftirmála. Einmitt. Og það var einmitt og tekur líka upp sko hluta af þessum góðsögnum náttúrulega í kringum þetta að þeir náttúrulega verið líka aðtjóða það þarna er þetta náttúrulega líka með personur eins og Florence Nightingale hún náttúrulega mjög fræg spilaði þarna mikilvægur rullu, já. Einmitt. Og svo var þetta líka með hluti eins og þarna The Charge of the Light Brigade sem Einmitt. Er alveg svona frægt í breskri sögu og voðalega mikil romantík í kringu það. Já, einmitt svona mýtu atburður eitthvað svona. Já, og líka áhugavert með þetta stríði að sko fjölmiðlar fylgdu þessu nefnilega svo nákvæmlega. Þarna varstu með blaðamenn frá til dæmis The Times sem voru að fylgjast með orustum og skrifa niður hvað þeir upplifðu og sáu og tala við hermenn og senda heim til Bretlands og þetta las ég breskur almenningur. Já. Alveg á fullu. Einhvern tímann heyrði ég sko talað Persaflóastríðið sem, þú veist, fyrsta stríðið sem að var í beinni útsendingu í sjónvarpinu
Já. og svo hefur verið talað hérna Mubarak, arabíska vorið í Egyptalandi sem fyrstu svona stríðstátökin sem voru í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum Já. og svo getur maður alltaf farið aftur og aftur sko Já. og hvað var fyrsta þetta og hvað var fyrsta hitt sko og þetta stríð hefur stundum verið nefnt einmitt sem svona fyrsta stríð sem að fólk var að fylgja svona með alveg svona day to day í blöðunum sko Já. af því það var einmitt komin svona alls konar tækni svo símskeiti og líka hefur þetta verið nefnt auðvitað sem svona fyrsta stríði, evrópska stríði það sem er svona mikið af nútíma tækni er komin fram sem að var ekki áður á borð við símskeiti til dæmis járnbrautir svoleiðis hluti Algjörlega, en það sumir hafa verið að en fyrir ekki, maður hefur líka heyrt talað sko, þú veist, 1870 stríði sko í því samhengi sko Já. og svo er talað fyrri heimsstyrjöldina líka og þá verður kannski verið að vísa í aðrar hluti eins og flugvélar og kafbáta og eitthvað eða þú veist að einhvern tímann allt fyrst sko einhvern tímann allt fyrst en það er líka áhvert að þarna er voruð með svona jarðsprengjur til dæmis og líka hvað kallum við það? Svona tundurdubl það sem kallast? Já. Þannig að það er einmitt auðvitað er rétt að margt áhugavert svona nútíma tekni mitt sem byrtist þarna frumstæðar, eldflugar og hitt og þetta en það er auðvitað líka alveg góð ástæði fyrir því og þú nefndir það hérna áðan og hún er auðvitað svo að þetta er fyrsta stríðið sem er háð í Evrópu og milli stórveldana frá því að Napoleon gamli var yfirbugaður 1815 Já. og það er búið að vera áratuga langt friðartímabil í Evrópu 1815 til 1850 sem við getum að þess að rætt líka í þessu samhengi sem að auðvitað er líka það tímabil sem að við sjáum alveg gríðarlegar samfélagsbreytingar og tækni breytingar skilur við sjáum innbyltingun og koma fram ég meina heimurinn er allt annar staður árið 1850 heldur en árið 1815 það er komin verkaliðstétt og það er komin gjörólíkt pólitískt landslag í stjórnmálum, innanríkismálum og náttúrulega bara tækni byltingin komin á fullt sko þannig að það er ekkert skrítið að þetta sé í fyrsta sinn sem menn er að nota símskeiti og járnbrautir og eitthvað svoleiðis sko eins og bara til dæmis gott dæmi það tækni til dæmis í sjóhernaði að þú ferð frá því að vera bara með seglskip yfir að þú komið með skip sem eru gufuknúin og með skrúfu náttúrulega gífurlega breytingar að vera með slík skip en það sem er satt áhugavert að það voru það var ennþá einhver seglskip sem tóku þátt í orustunni en það var náttúrulega úrelt skip auðvitað í krímstíðinu þannig að þú veist það voru gífurlega tæknibreytingar og þú ert ennþá með þarna líka gamaldags riddaralið sveitir Jú, og þarna sér maður einmitt líka kannski svona vandan við sko, hvernig maður er að nota riddaraliðið og hvað tilgang hefur það en það er náttúrulega þjónaði ákveðum tilgangi og þá sér maður náttúrulega líka hvað maður segja, kannski svona leifar af þessum gömlu svona riddaraljóma maður kallar það eins í til dæmis þessar árás þá The Light Brigade sem var einmitt svona riddaralið sveit sem var segja máluð upp í miklum dýrðarljóma en ef við hoppum kannski aðeins tilbaka og lítum aðeins kannski á aðdraganda stríðs að þá er náttúrulega áhugavert að sjá það þú náttúrulega verður að byrja og svo fara bara snöggt yfir sögu en þá í kjölfar þá auðvitað Napóleon styrjaldanna og eftir að Napóleon endalega tapaði það og fríði var komið 1815 að þá náttúrulega var stöðugt tímabil í marga áratugi í kjölfarið á því þangað til svona 1848 náttúrulega mikið byltingarár til dæmis fjall ekki einveldið í Kaupmannahöfn í kjölfarið á því byltingarári alltaf ekki það minni mig og svona voru byltingar eiginlega alla Evrópu Ottomannaveldið varð ekki fyrir barðin á þessum byltingum það var það rosalega gamaldags og einangrað Rússland líka var það einangrað það voru ekki byltingar þar en til dæmis Austurríki þeir Frans keisari hann þurfti nú að Frans Jósef
hann þurfti, Frans Jósef, hann þurfti nú að fá aðstoð frá félaga sínum í Rússlandi til þess að berja niður uppreist til dæmis í Ungverjalandi. Pældi því, Frans Jósef fyrsti, sko, hann nýtekið við sem keisari í austuríska keisaridæminu þarna á þessum tíma, um 1848, mann ekki nákvæmlega ártali sem hann tók við, sko. Já. Og hann deyr 1916. Já, hugsa sér. Þú veist, það hann sem að fer með Austurríki Ungverjalandi í fyrir heimstyrjöldina. Pældi hvað hann búin að vera ógeðslega lengi, skilur. Já. Og bara, þú veist, ríkja yfir, þetta svona þessir þjóðhöfðingjar sem ríkja svona lengi svo, þú veist, Elisabeth Önnur og svona, þú veist, bara ríkja yfir landinu, fari gegnum bara að þvílíka breytingar, sko. Einmitt. Svona alltaf ríkja í hálfa öld, sko. Já, hugsa sér. Og það var enda svipa með hann Alexander annan rússakeisara. Hann hafði með tekið við ungur og var búin að ríkja í marga áratugi. Þegar stríðið braust út. Já, Nicholas visti. Já, og var einmitt, sko, hann var þessi svona strong man of Europe. Hann var svona aðal kallinn með þetta, sko, stóra, sterka Rússland á bakvisi sem að menn litu á sem stórt og stert. Alltaf þetta komið ljós að var ekki jafn stert að menn trúðu, en Nei, ótrúlega áhugavert, við náttúrulega þetta fórum að segja, við vorum að tala um rússneska keisaradæmi og svona, hvernig þú veist, rússneska keisaradæmi kemur hérna út úr þessum Napóleónsstyrjöldum sem, svona sigurvegari, og þú veist, 1815 eru rússar, þú veist, á svipum stað, þeir eru 1945, þú veist, það svona, þeir koma inn og bjarga Evrópina gæsalappa, frá andstæðingnum, sem þessu tilfelli Napóleón og franska byltingin, og verða svona, þú veist, á fyrirhluta aldarinnar, sko, þá fara rússar svolítið og sérstaklega Alexander og svo Niklaus fyrsti sem tekur við á honum 1825 fara í svona þetta hlutverk sem mitt svona þessi strongman og þessi svona verndari ultra íhalds í álfunni og það auðvitað náttúrulega svolítið það sem að gerist þarna 1815 skilur er að þú veist öll stórveldin sem að sigruðu Napóleon að þau koma á nýju kerfi til þess að koma í veg fyrir að það verði aftur svona stríð og bylting eins og var eftir frönsku byltinguna og rússar og austuríkismenn og prússar þeir mynda þarna með sér heilaga bandalagið og það er rauninni svona þú veist, Alexander átti hugmyndina því sko að þú veist, og hann er kannski svona aðeins meira sko, aðeins róttækar heldur en hinn sko, því hann vill, þú veist, hann er með þessa tsarísku ideológi, þetta rússneska mission, skilur við sem þeir eru í, skilur við rússar eru, þú veist, þið sanna guðlega veldi, skilur sem bara með eitthvað mission bara að himnum sko að leiða slafa og stjórna miklagarði og eitthvað svona allt þetta, og þú veist, hann vill í rauninni bara nýta það ekki að fara í bara eitthvað krossferð gegn, þú veist, öllu frjálslindi og trúfrelsi og öðru, sko. Já. Og í raun og veru er það mjög áhugavert og það er eiginlega, jú, af hverju endaði síðan það sem svo að í fyrri heimsstyrjöld að þá berjast rússar gegn Austurríki, Ungverjalandi og Þýskalandi því í raun og veru hefði náttúrulega þýska keisaradæmi með Austurríki, Ungverjaland og Rússland að hafa myndað með þessi sterkt bandalag sem mynd þessi gömlu íhaldsöfl sem til dæmis höfðu fullt af sameiginlegum hagsmunum eins og til dæmis að halda pólverjum niðri koma í veg fyrir auki lýðræði og frelsishreyfingar þjóðernishreyfingar bæði Austurríki, Ungverjalandi og Rússlandi allir eru hagsmuna þessu Já, en það náttúrulega gerist það í fyrir heimsstyrjöldinu að öll þessi þrjú keisaradæmi líðast í sundur. Já. En náttúrulega ástæðin fyrir því að við fáum þessa sviðsmynd hefur rosalega mikið með Krímstríðið að gera og það sem gerist í aðdragandanum því. En aftur aðeins að Vínarfundinum að því að mér finnst það svo áhugavert bara hvernig og bara í svona heimspólitíska leik skilur þú, þetta er náttúrulega alveg bara príma stúdía fyrir skilur diplomata, þú veist, nútímans að spá í, sko og þú veist, einhvern veginn þetta sko með að þú veist, þeir ætla bara að snúa öllu við
það er bara gamli búrbánakóngurinn er komin aftur í Frakklandi þú veist, það er bara alveg ótrúlegt sem að bæði við alveg ótrúlega skemmtir enginn vildi fá í Frakklandi það var svona það er enginn áhugi fyrir því nei og þannig að því að við vorum að tala Napoleon myndina þetta fyrir þáttinn það er alveg ótrúlega að fyndi hvernig sá karakter er sýndur í þeirri mynd það leikur hann að ég meina hvað hann heitir leikarinn allavega svo og svo gera það nefnilega svolítið merkilegt sko að því að þú ber saman 1815 og 1918 sko margt ólíkt skilur að sko 1815 skilur þar er og það hefur ótt verið kennt við hana Metternich sem var kanslar Austurríkis sko sem einhver svona algjör diplomasíu stjórnmála skörungur bara sem að einhvern veginn hefur mikla virðingu þetta í svona sögu, svona alþjóðasamskipta og eitthvað svona stórvelda pólitíkur og er svolítið svona kannski oft litið á sem svona höfundurinn jafnvel að þessu svona hvað segir maður fyrirkomulagi eða skipulagi eða? Já, þessu skipulagi sem að hefur verið kennt við sko evrópska konsertin eða eins og ég sá í einni bók sem ég var að lesa evrópska hljómkviðan eins og hann hljómkviðan, já og hvað ætlaði að segja og þú veist og þeir myndarunni bandalög sko, þú veist, Bretland, Prússland, Austurríki Rússland 1815 gegn Frakklandi það sem sagt bara, þú veist, ef að Frakkland allar að reyna eitthvað þá ráðust við strax aftur á Frakkland og allir fókusun er á að, þú veist, bara Frakkland mun ekki fá að rísa upp aftur og auðvitað hafa menn geta sagt, skilur menn ef að þeir hefðu gert þetta 1918 skilur sagt bara, þú veist, ef að Þýskaland reynir eitthvað, þá bara förum við beint í það sko sem þeir náttúrulega tókst ekki að gera Bandaríkin náttúrulega dróðu sér tilbaka og allt þetta sem við þekkjum sko Já, einmitt en síðan auðvitað, eins og vorum að tala um Austurríki, Prússland og Rússar auðvitað eru svolítið svona út af fyrir sig auðvitað sem þessi svona últra íhalds öfl sko, en Austurríki sko, þeir vilja aðeins svona róa hann hann Alexander niður sko með að fara að snúa öllu á hvolf sko, því að Austurríki vill bara status quo status quo, það er lykilorðið í þessari metternísku hugmyndafræði sko að þú veist, hér er komið á valdajafnvægi þú veist, 5 stórveldi Bretland, Frakkland kemur síðan inn í klúbbinu þetta eftir þegar framleiða stundir Bretland, Frakkland, Austurríki, Rússland 5 stórveldi og þú veist, passa enginn fari yfir á svæði hins eða koma upp deilur þá setjumst við niður og ræðum málin eins og sannir herramenn allt byggir á svona þessu svona fornu löggildingu kóngana, skilurðu Já, einmitt og þá einmitt var stóra vandamáli í því valdajafnvægi var þá auðvitað fyrst og fremst þetta ottomannaveldi og austurspurningin og veikimaður Evrópu og allt þetta í tengslum við það þar sem að einmitt ottomannaríkið var ég veit ekki hvernig maður var að lýsa því sko, alveg úr sér gengið afturhaldsríki sem var gjörsamlega með buxurnar niður um sig og ekki nokkur standi til þess að viðhalda, hvað ég segja eigin ríki og lögum og reglum og var einhvern veginn bara fast í einhverjum sko aldagömlum hugsunarhætti til dæmis að luta því til þess af hverju Rússar lýstu við stríði gegn þeim það var bara grundvallar atriði í þessu svokallu lögum og rétti ottomannaveldisins að ef ykkur muslimar til dæmis tóku upp aðra trú en íslam og sérstaklega þá þau tóku upp kristni að þá voru þeir bara dæmdir til dauða sjálfkrafa og það allir með svo hluti að af hverju Rússar lýstu við stríði gegn þeim, það var til þess að stoppa það og Bretar höfðu líka verið að pressa mikið á ottomannum að afnema þessi lög en það var að gerast alveg allt að stríðinu að menn voru dæmdir til dauða fyrir að hafa látið af íslamskri trú Mjög áhugavert með ottomanveldi hvernig þeir einhvern veginn það er ekkert svo langt síðan ottomanveldi er á sínum hápunkti 200 ár kannski einmitt eða 150 ár eða eitthvað líka
100 ár. Já, en það gerðist áttu þessi hnignun sér stað mjög hratt í raun og veru. Já. Og líka eins til dæmis, það áhugavert eins og þegar var lesa núna stríðið það, til dæmis það var bresku diplomatið þarna í Konstantinópel og Bretar nutu þetta töluveri virðingar í Ottomanska ríkinu og sérstaklega vegna þess að Ottomanarnir voru svo háðir Bretum. Já. Ég var háðir þeim lánveitingar og þetta líka stuðning sérstaklega gegn Rússlandi því Rússar vildu náttúrulega bara þurrka það út. Þá hafði til dæmis þá hafði einn af ættingum soldánsins til dæmis drepið frillu sína sem var Kristín og myrt hana og það var engar afleiðingar út af því, hann alltaf var ekkert svo til saka en eitt slíkt og þá sagði þeim þessi breski diplomati að fyrir breskan herramenn væri ekki hægt að hafa þennan mann nálægt sér þannig þá til dæmis var greip soldáðin inn í þá og fjarlæði þennan mann þá hvort hann var ekki flotamál og ráðherra eða eitthvað slíkt gegndi allan mikilvæg embætti í stjórninni og þarna sér maður þú veist líka hvað þetta var rosalega bara barbarist ríki að ýmsu leyti þú veist Ottomanarnir voru það þú veist þú varst ennþá með kvennabúrið og soldáruna sem ólust upp þar við geldinga og frillur og allt baktjaldamakki þar endalaus launráð spilling Það bara þess að sérst að lýsa Bísanska ríkinu. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Þetta svona áhugavert að náttúrulega Bretum og frökkur náttúrulega blöskraði síðan þegar við byrjuðu að berjast með Ottomanunum hvað var mikið spilling í hernum og hvað gekk illa einmitt. En það náttúrulega var tyrkneski herin og ottomanski herin náttúrulega var gjörsamlega rotin. Þetta hefðu Rússar rúlaði yfir það ekkert væri eða hefði ekki verið einmitt fyrir það þessi stórveldi Bretar og Frakkar gripu inn í og það var einmitt áhugavert að stríði náttúrulega kannski neistin sem kveikir þá í púðutunni það voru þá deilur einmitt stöðu kristinna manna í Ottomanska ríkinu þar sem, og sérstaklega þá líka ég brosi þetta og hlæt svolítið að þessu deilur það þá í ég man ekki hvað köllum hann á íslensku hvort þessi fæðingakirkjan í Jerúsalem hún allan kölluð þá á norsku og Church of Nativity á ensku og deilur það hver hefði lyklavöld þar einmitt og þá einmitt höfðu réttrúnaði munkarnir venjulega haft lyklavöldin en Frakkar voru líka krefast þess að fá lyklavöld fyrir þá hönd kaþólsku kirkjunnar því Frakkland var alltaf verndari kaþólsku kirkjunnar lengi vel og þetta var svolítið svona neistinn þá síðan að það voru mikla deilur og þeir börðust munkarnir það var alveg mikið vandamál Þetta var eins og eitthvað svona pubbaslagur líka Já, það var þannig að reglulega voru slagsmál að munkarnir að berjast bara berja á hver öðrum með hnefum og kertastjökkum og ég veit ekki hvað og hvað þetta er alveg því líka sögur Já Og þetta þá neistin sem kveikti þá í öllu en auðvitað náttúrulega voru undirliggjandi vandamál sem náttúrulega voru, þú veist þessi hnignun ottomanska veldisins, hvað á að gera við Grikkina eða þegar fá sjálfstæði ekki hvað er að gera við þessi hvað principalities, Valakia og Moldavia sem urðu síðan að Rúmeníu hvað á að gera við þetta, hvað á að gera við Svartfjallaland, hvað á að gera við Serbana hvað á að gera við Albaníu, þú veist það voru allan svona vandamál, hvað á að gera auðvitað við Tyrki og hvað á að gera við Arabana og allt þetta Armenar og svona þannig að þú veist þessi þá gamaldags svona trúar vandamál voru þá náttúrulega bara neistinn sem kveikti í undirliggjandi þjóðurnisvandamálum samfélagsbreytingum, stéttaskipting hvaða var nútíminn, tæknibreytingar og stórveldapólitík og stórveldapólitík ekki minnst allavega Já, nákvæmlega En ættu við kannski að taka þetta eins kannski bara svona, þú veist, bara hvert stórveldi fyrir sig og bara svona út frá þeirra perspektífi hvernig þetta byrjaði af því að, þú veist, ef við tökum aðeins Ottomanveldið einmitt, eins og þú veist að segja, þetta er orðið svona rótið og hvort sem það var svona rótið eða ekki, þú veist, þá að minnstakosti var það álitið vera rótið og þeir töluðu allavega þannig það í sessat hirðum Evrópu að gamli maðurinn væri komin á grafabakkan og núna væri þetta fara að vera búi hjá honum og hvað gerist þegar gamli maðurinn rekkur upp af Já. og
bara til að skjóta inn sko, á þessum tíma held ég að það var ennþá dauðarefsing við því að prenta kórunin Já, í Ottomanveldinu. Í Ottomanveldinu, það er ástæði fyrir því með okkur læsi var eða ekkert í Ottomanveldinu þess að prentvélinu var ólögleg fram eftir öllu og þeir fyrstu sem fengu undantekningar voru þá Grikkir og Armenar sem fengu að prenta þá sínar biblíur en það voru það Grikkir og Armenar sem ráku Ottomanska ríki á þessum tíma efnaðslega séð sko og í stjórnsýslunni sem var alveg stórmerkilegt, alveg ótrúlegt sko Já en það er samfélag sem tekur það lífi fyrir því að prenta kóraninn það er alltaf alveg auðvist að það er alltaf lítið sem ekkert læsi í slíku samfélagi en hérna er það þá eitthvað svona svipað og ástæða fyrir þú ekki að tekna myndir af Múhameð eða þannig Já, þú ert handskrifa þetta er svo heilagt rit þú máttu ekki sörgað með prentvélinu, prenttækninni En hérna Já, eins og sé, stórmerkilegt hvernig þú veist, eins og sé, sagðan sko, bara 100 ár síðan varst bara með hundtyrkjan skilur, eins og við tölum skilur sem að fór alveg bara vofa hundtyrkjans sveif yfir Evrópu sko og þarna allir voru hræddir við þann sko og upp á litla Íslandi náttúrulega líka og eins og við tölum menn voru með alveg sérstaka messur og sérstaka bænir bara og galdraþulur og allt Drottin vernd okkur fyrir hundtyrkjanum og svona og alveg því líka ógnin sko en svo þarna er bara heimurinn orðinn svo breyttur að hérna, stórveldin í Evrópu eru farin að tala bara svona ég var að fara að taka nú hundtyrkin komin á líknadeildina eigum við að þú veist að leifum þess að gerast náttúrulega eða eigum við að fara að taka nú sambandi sko og ég segi þú veist ég þekkit ekki það vel að þú veist ég ætti endilega fullur þetta að vera svona þetta var allavega svona sem að þeir litu á það skilur og svo þetta þess að þú segir þetta með að vera svona háðir Bretum og svona eins og Bretar auðvitað á þessu tímabil 1815 til 1850 þetta eru Bretar náttúrulega búin að breytast yfir í þetta gríðarlega framleiðslu iðnaðarveldi og eru að breytast mjög hratt skilur og eru þú veist að framleiða vörur og selja út allan heim voru mjög háðir auðvitað þessum mörkuðum sínum og ottomanski markaðir voru mjög mikilvægir markaðir fyrir breska heimsveldið þetta fyrir svona fullunnar vörur frá Bretum og svona og svo náttúrulega kemur inn í þetta og náttúrulega Bretar voru ekkert að passa upp á ottomanina út af einhverju góðmennsku og kærleika til Tyrkja heldur þvert á móti var þetta hræðsla við útþenslu Rússlands og sérstaklega það með áherslu á það að Bretar drottnu yfir Indlandi og Indland náttúrulega var einhvern mikilvægastu mörkuðum Bretlands og það var náttúrulega hræðslan við það að Rússar eða myndu komast til dæmis og ná Konstantinópel og ná sundinu þarna og komast inn á Miðjarðarhafið þá getur það náttúrulega ógnaðu þetta stöðu Bretlands í austurhluta Miðjarðarhafs og ekki minnstu þetta síðan náttúrulega að Rússar getur pressa meira á Persíu og getur ógnað Indlandi þá í gegnum þá bæði Persíu og Afganistan og þess vegna var litið á Ottoman og þó að þetta væri þetta rotna gamla veldi þá var það samt ákveðin skjöldur gegn sko útþenslu Rússa það er þó þessi breska hlið á þessu af því að þeir ákveða þarna eftir 1815 að þeir ætla ekkert að vera farin inn að landvinninga á meginlandinu að fókusera bara á sitt heimsveldi og svo náttúrulega að taka þátt í þessari evrópsku hljómkviðu eða Concert of Europe halda valdajafnvæginu og svona passa engin verðu og öflugur og allt þetta svo þetta Bretland auðvitað svolítið sérstöðu þarna í þessum konsert auðvitað þannig að Bretland er náttúrulega eina ríkið sem er svona nokkurs konar þingræði sko og frjálslynd gildi og það sem menn hafa nefnt þetta er að í Bretlandi var komin inn mjög öflug breyta sem átti eftir að skipta miklu máli bæði þarna og annar staðar og síðan meira auðvitað í sögunni sem er sko almenningsálitið og að því þú varst auðvitað með sko nokkurn veginn frjálsa fjölmiðla býst í við på einhverju marki allavega og það sem fólki var að tala um á kaffihúsunum og svona í millistéttinu og svona það skipti máli fyrir pólitíku svona og þetta var mjög erfitt fyrir til dæmis
Alexander að skilja, rússakeisara. Já. Þannig að þegar hann var að tala við eitthvað breska lorda og einhverja lávarða þá já, ímyndið að hann sér þetta væri bara svona svo Rússlandi þegar hann ákvaði eitthvað þá búið að ákveða það. Já. Á meðan að þetta lávarðir í Bretlandi skiptir ekki máli á hversu flottir ættu varst eða hvað varst valda mikið, þú þurftir alltaf að einhverju leyti auðvitað að fylgja almenningsálæti og þinginu og allt slíkt. Og náttúrulega sérstaklega þarna þetta, því að þarna ertu líka komið þessu tölum hérna, fjölmiðlarnir, þú veist, er svona, þetta ekkert nýjung kannski á þessum tíma, en þú veist, svona fjölda útbreiðsla og fjölda lestur á blöðum og samfélagsumræðu og svona komið á fullt þarna þetta, sem kannski var ekki áður. Nei, og til dæmi sko breskir herfóringjar og leiðtogar þá í Krímstríðinu og skrifað heim og gerðu það, skrifuðu heim og skrifuðu í blöðin, kvörtuðu undan ykkur í stríðinu og settu þannig pressu á þetta stjórnmálumenn. Óhugsandi að rússneskur herfóringi hefði getað gert eitthvað svipað. Nei, og svo ertu með þetta sem þú varst að nefna með breska óttan við rússa að þeir einhvern veginn, og það svolítið athyglisvert og kannski það sem oft gleymist þetta, því að það sem gerist náttúrulega síðar á öldinni náttúrulega er að Bretar verða svona andstæðingur Þjóðverja náttúrulega, og enda náttúrulega mótið þeim í fyrir heimstyrjöldinni og aftur þessu sem vorum að tala um á hann að einhvern veginn það er náttúrulega Þjóðverjar og rússar og þessi íhaldssömu öfl hefði verið gegn frá lýðræðisöflunum þannig séðan. En hérna að það eru stundu verið talað um það sko að já, þú veist að rússar voru svo mikil ógn fyrir Breta á þessu tímabil á fyrirhluta 19. aldar, og það eru eitthvað sem helst mjög lengi út 19. öldina og eru ekki fyrir svolítið seint skilur að Bretar fara að líta á Þjóðverja sem sína helstu óvini og síðan aftur eftir seinni heimsstyrjöld eru rússar komin í þetta hlutverk skilur það gegn og gangandi svona fyrir og eftir og seinni heimsstyrjöld þá hafa rússar verið svolítið svona í þessu hlutverki sem vera svona þessi gríla gagnvart Bretum og það eru þetta sést bæði í þessari stórveldapólitík sem þú veist að nefna í þú veist tengslu við Miðjarðarhafið og Indland og Persíu og svona, en þú sér það líka í almenningsumræðunni í stjórnmálaumræðunni skiluru í blöðunum og það sem að þú veist almenningsálitið var að tala um að það var þessi ótti við rússa skiluru að rússar væri að fara að leggja undir sig allan heiminn og allt þetta sko. Einmitt áhugavert auðvitað það var mikið andstæð á meðal var breska almennings gegn rússum og stuðningur við stríðið til að byrja með. Og ekki skrítið þetta því að þú svo Bretar hafi verið náttúrulega í baráttu gegn frönskum byltingamönnum og svona að þá þetta er kannski á þessu tímabili eins og Bretland kannski mest frjálslyndasta ríki í Evrópu þú sem er kannski örugglega haldið eitthvað öðru fram en allavega á þessum stórveldum og Rússland er bara antitesa þess eins og bara skjótin þetta dæmi þetta þarna var náttúrulega breska heimsveldi búið að afnema þrælahald og við skulum ekki gleyma því að breska heimsveldi eyddi sko miklum fjármunum í að leysa upp þrælahald náttúrulega innan breska heimsveldisins og ekki minnst síðan að berjast gegn þrælahaldi alls þar annars þar í heiminum og til dæmis héldu Bretar úti miklu flotastyrk á Atlantshafi þar sem að þeir sigldu með frá ströndum Afríku og fóru borð í öll þrælaskip sem þeir náðu og tóku þrælarna þá og frelsuðu og sigldu með aftur til Afríku og þarna voru þeir þá að taka sko spænsk skip og hollensk skip og hvað það var og börðust alveg hatramlega gegn þrælahaldi á meðan í Rússlandi þessum tíma var ennþá bara bændaánuð og það er oft talað um bandaríska frelsistríðið og Bandaríkjunum sérstaklega gagnrýndu þetta fyrir að vera ennþá með þrælahald í Suðurríkjunum þar en á sama tíma sem það var borgarastríð í Bandaríkjunum til að leysa það vandamál að þá náttúrulega var ennþá bændaánuð í Rússlandi og rússneski bændur hún náttúrulega bara þrælar það bara kallað annað en alveg stórmerkjum, það sýnir náttúrulega hvað sko Rússland var rosalega mikið afturhaldið ríki og þetta náttúrulega gerir eitthvað sem breskur almenningur gerir sér grein fyrir og þess að var mjög mikið andúð í Bretlandi og svo náttúrulega ekki minni andúð þetta síðan í Bandaríkjunum en það var það líka stórt vandamál í fyrri heimsstyrjöld að Bandaríkjumenn náttúrulega vildu ekki berjast með Rússlandi í fyrri heimsstyrjöld út af þessu sko en jú þannig almenningsálitið hafði mikið að segja
og síðan þá líka áhugavert auðvitað síðan að horfa þá á frönsku hliðin og alltaf ástæðan fyrir okkur frakkar voru svona á móti Rússum var kannski fyrst og fremst að Napoleon III keisari, hann sá sér leik á borði að þarna getur núna frakkar loksins sko brotist úr viðjum samkomulagsins 1815 og reynda svona endur nákvæmlega eða draga nýjar línur á Evrópukortið og breyta landamærum og svolítið hefna líka Waterloo og svona, já, taka sér svolítið svona nýja stöðu í Evrópu. Sko Napoleon III er svolítið merkilegu karakter, oft svolítið komísku karakter. Karl Marx kallaði hann einmitt þarna farsa sko, mást ekki, hann sagði fyrst kemur sko mástu þarna hinn raunverulegi og svo eftir það kemur þú veist farsinn, hvernig þetta var þetta er frækt kvóti Karl Marx. Jú, mér ámur þetta, ég bara man ekki eftir hvernig þetta var. Tala þú veist Napoleon og svo Napoleon III sko. Já. Hann lélt að vera ekki með þetta kvótiðna, en ég held með þess að við höfum talað með þetta þegar við tölum Napoleon. Já. Allavega hann er frendi upprunalega Napoleons og er Bonaparte. Já. Og býttu nú við, hvernig var þetta? Hann fremur valdar á hann bara mjög skömmu fyrir krímstríðum, við talum 1852 eða eitthvað líka sko, bara mjög skömmu áður en þetta fer allt í gang á það og kemst til valda, hann stofnar aftur svona keisaradæmi og kemur aftur með þessa symbolík frá Napoleons tímanum og það er stundum rætt með hann sko að sko, vissuleiti var þetta almenningsálit svolítið mikilvægt líka í Frakklandi sko, vegna þess að hann var svolítið upptekinn af því sko, hann var svolítið svona upptekinn af því að gera það sem að gerði hann vinsælan og að skora prik hjá fólki. Já. Og þá vil mér verið nefnt það þú veist að af því að Frakkland var í þessari stöð að hafa tapað skilur og það voru þeir sem voru kúaðir og þú veist svolítið svo Þjóðverjar eftir fyrir heimsstyrjöldina sko, setti svolítið í skammakrókin. Já. Að þá þegar hann kemur og segir eins og þú segir þú veist, við viljum að rísa aftur upp skilur að þá var alls konar svona hópar sem er að pressa á hann að gera það og sérstaklega alltaf herinn skilur og þessi svona herfóringjar og svona sem að þú veist eru svolítið hrifnir af því að nú komin eða Bonaparte skilur sem allar að þú veist að sína þessum Rússum í tvo heimana sko og svo þetta með kirkjuna þetta að hann var líka upptekinn að skora stig sko hjá kirkjunni skilur því hann var svolítið svona þurfti svolítið svona eitthvað til þess að löggilda sína nýju valdaráns stjórn einmitt, hvað háður því já og þá einmitt sér maður það að þá tók hann einmitt upp þess að þá baráttu þarna í Jerúsalem þá á milli þá kaþólskra munka og réttrúnaðar munka hver ætti að hafa lyklavöldin þarna í fæðingakirkjunni og þannig að hann notar þetta svolítið sem tilliástæðu til þess að líka ná sér þá í meiri virðingu fyrir Frakkland á alþjóðavettvangi og þetta er kannski þetta er kannski framandi eins og leti fyrir okkur í dag en sko þú sérð það mjög vel þegar maður byrjar að lesa bréf og lesa svona orðræðu aðalsmanna og diplomata á 19. öld að þessi sko virðing skiptir svo miklu máli en þetta er áhugavert að mikið af þessum mönnum til dæmis voru að heyja einvígi við hvern annan og það var bara eðlilegt sko þú varst kannski sendiherra Bandaríkjamanna á Spáni og svo skoraðir þú eitthvað kalla á Hólm og svo var það bara svona já mikilvægt maður þarf að berjast fyrir heiður sinn þetta ímyndaðir ef einhver sendiherra í dag myndi skora einhvern annan á Hólm þú veist mikill heiðursmaður, hann segir að hann í einvíginu nákvæmlega þannig að þú veist þetta bara var eðlilegu hlutur á þessum tíma þannig að þá allt einu urðu svona spurningar eins og hver fer raunverulega með lyklavöldin mikilvæg tilliástæða og þá einmitt tók hann upp sko málstað kristinna manna í Ottomanska ríkinu og síðan skulum við þetta en við skulum samt litið á sem svo það er raunverulega ekkert langt frá því að Frakkar berjast fyrir kaþólska minnihlutann í Ottomanveldinu
og því sem við gerum í dag í raun og veru eins og til dæmis Bandaríkjamenn sem fóru inn í Sómalíu á 10. áratugnum til þess að stoppa borgarastríðið þar eða til dæmis að Bandaríkjamenn sprengdu til dæmis Júgóslavíu og Serbana til þess að verja þá mannréttindi að þú ferð frá því að þú ert að verja þinn minnihlutahóp sem þá kaþólikar í tilfelli Frakklands, réttrúna menn í tilfelli Rússlands yfir í það að þú ert farin að verja fólk almennt bara grundvelli mannréttinda þannig raun og veru maður dregur þær línur þá er það kannski skiljanlegra en ekki það verður þetta bentu á það líka og Bretar til dæmis sem breski stjórnmálamenn veltu þeirri spurningu fyrir sér hvernig myndi breska heimsveldi taka í það ef Napoleon III og Frakkar ætluðu að gerast verndarar kaþólska, írska minnihlutahópsins í breska heimsveldinu það hefur ekki verið tekið vel í það en það líka þetta að sko þarna ertu með líka og þessna líka þessi atburður svo skemmtilegur í þessu heimsögulega sviði að setja þetta í samhengi við þú veist það sem að gerast á þessum tíma sem eru þessar þjóðfélagslegu hræringar í Evrópu að þú veist það þessi þú ert komið nýja stétt sem verkaleg stétt skilur, það eitt og svo ertu náttúrulega með þjóðninsíkjuna sem að koma rosalega sterk fram hana og síðan ertu með náttúrulega frjálslyndisöflin og þú svo kannski verkalið stéttin og svo Marx hafi sagt 1848 að vofa kommunismans ríki yfir Evrópu þá var það kannski frekar kannski vofa borgarastéttarinnar sem ennþá er mikil ógn þó svo vofa kommunismans hafi komið kannski meira síðar en þannig að þú veist með þessi þetta heilaga bandalag þú veist, Austurríki, Prússland, Rússland þetta eru svona þessi fjölmenningaríki sem eru með öll þessi þjóðabrot innanhús og þeir berja niður allar þessar frjálslyndu uppreisnir og en síðan þegar sömu hlutir að gerast í Ottomaveldinu þá styðja Rússar það skilurðu þeir styðja uppreisnarhreyfingar í Ottomaveldinu og þá ertu þetta komið með þennan tvískinnung skilurðu stórvelda hagsmunir versus ideológia skilurðu og það er auðvitað eins og þetta sem þú ert að tala með Frakkland að myndi auðvitað ekki fara að vernda þarna kaþólsku minnihlutanum, það er auðvitað bara nákvæmlega saman og sér í dag þú veist að Bandaríkjamenn fara inn í Írak til þess að koma frá innræðisherranum en þú veist að hverju gera það ekki öllum hinum innræðisríkjónum og að því það er ekki þeirra stórvelda hagsmunir skilurðu bara klassískt dæmi sko. Svo er náttúrulega líka auðvitað að horfa það til dæmis að eins og til dæmis skömmu fyrir þetta þá höfðu drúsa minnhlutahópurinn það til dæmis drúsar eru íslamskur klopningur í Sýrlandi í dag þeir til dæmis höfðu drepið 3000 kaþólika í Damaskus og Aleppo hefur mann rétt nokkrum árum skömmu fyrir Krímstríðið og svona til dæmis þannig að það voru allan svona ódæði í Ottomannaveldinu og ekki það, við skulum auðvitað hafa í huga auðvitað en tvískynningu því til dæmis, rússneska keisaradæmið og hvernig þeir fóru til dæmis með sín gyðinglega minnihlutahópa er náttúrulega hryllileg saga það er ekkert kannski fá ríki sem hafa kúa gyðinga jafn mikið og rússar og það er náttúrulega bara þriðja ríki það versta og rússneska keisaradæmið kom ekki síðan sterkt í öðru sæti og þannig að þetta auðvitað voru líka menn horfðu á þetta og menn auðvitað þó að það er erfitt að vera írsku kaþóliki eins og leti í Bretlandi að þá voru mennum venjulega ekki drepni fyrir það nema þegar Írarnir hrundast að einhvern uppreisnum en svona almennt það voru svo ofsóknir svo voru dálítið í Ottomanska ríkinu og það líka var erfitt einmitt líka að selja þá breskum almenningi stuðning við Tyrkina það var líka mjög erfitt en jú þannig að þú veist þetta eru svona hagsmunirnir og rússarnir eins og nefndir líka þetta með panslavisma og einmitt það líka þetta að vera að verja réttrúnaða kirkjuna en það sem gerði það ekstra erfitt þegar rússar ákveða að vera verndari réttrúnaða kirkjunar var það að réttrúnaða kirkjan í Ottomanska ríkinu var ekki bara trúarleining heldur líka stjórnsýslueining þannig að til dæmis patriarkin í Konstantínópel gríski, hann safnaði sköttum og þannig að skattheimtan var byggð líka á trúarlegum grundvelli þannig að það var fléttað saman þannig að þú ert rétt ímyndaðir hvernig það myndi þess að vera í einhver ríki í dag til dæmis
ef bandaríkjamenn eða ímyndum okkur segjum að norðmenn ætlu að vera verndarar einhverja, ég veit ekki hvað einhverja, ég veit ekki hvað sé að trúboða í Eþíópíu sem var þá líka innheimta skatt fyrir eþíópíska ríkið, þú færi þarna rosalega flókna stöðu. Einmitt. Sko rússar, tölum aðeins Rússa, eru náttúrulega stórmerkilegt sögulegt söguleg sviðsmynd af Rússlandi þarna. Við höfum, ég maður þegar við tölum rússneska keisaradæmi, við tölum aðeins sko útþenslu, Rússland alltaf í útþenslu. Já. Og það var auðvitað sem Bretar og þeir voru hræddir við rússnesku útþensla. Og náttúrulega á 18. öld manstu, með Katrín Miklu og þetta, það var náttúrulega Rússar búin að vera að þenjast út suður á bóginn inn í Úkraínu, skilurðu. Og þú veist, í Úkraínu, það sem í dag Úkraína, skilurðu, þar eru Rússar búin að koma á það sem mjög stundu verið kallað bara nýlenda, skilurðu, en það héta Novorossija, skilurðu, nýja Rússland, það sem að vera að flytja inn fólk og annað, stofna nýja borgir, svo við rættum einn að öðru tölum rússneska keisaradæmið. Og svo náttúrulega taka í Krímskagan og þetta auðvitað eitthvað sem tekist náttúrulega stjórnmálum í dag, Krímskaginn auðvitað mikið hotspot í heiminum í dag ennþá. Já. Af því að þannig eru Rússar búinir að koma sér fyrir hérna við Svartahafið og symbolist tala Krímskagan sem hnífur sem beinist að kviðnum í Ottomaveldinu. Já. og gríðarlega mikilvægt fyrir þá vegna þess að Rússar, eins og við sögum, í þessari krossferð, þessari heilugu krossferð sinni og í sínu missjóni sem þriðja Róm og allt þetta, sko þá auðvitað vilja þeir ná Tsargrad eða Miklagarði og það tengist auðvitað líka þeirra svona stórvelda metnaði á samaskapi og Bretar, þeir vilja komast inn á Miðjarðarhafið, þeir vilja hafa aðganginn á Miðjarðarhafinu og þetta er þeirra lífslína til þess að verða Evróp stórveldi, hugsa þeir. Það er svolítið athyglisvert að þessi hugmynd hvarf algjörlega á 19. öld, sko. Skilurðu? Nei, menna, þú veist, Rússar urðu síðan náttúrulega auðvitað greiðlegt stórveldi seinna á 20. öld og þá var þetta ekki neitt aðalatriði lengur að komast þarna, sko. Þetta sýnaði bara hvernig heimurinn breytist. Og þá náttúrulega, þú veist, ef maður horfir á landafræðina, þá náttúrulega megni allir með verslunu þetta fóru gegnum þarna Svartahafið, því það er náttúrulega líka hlutaðu svo að það er Svartahafs hafnirnar, einu borgirnar eða hafnaborgirnar sem eru íslausar af vetri til. Já, en það sem er áhugavert við þetta er að í þessari útþenslu Rússa suður á bóginn og í áttunni þessum hníf sem stingst að Ottomanveldinu að þá eru háð fullt af stríðum við Tyrki. Já. Og það er örugglega alveg alls konar skilgreiningaratriði hvernig þú telur það en svo síðasta tala sem ég sá var að þeir höfðu háð 12 stríð við Tyrki alls. Já. Og Krímstríð er eitt þeirra. Rússar unnuðu flest. Já. Þannig að sko Rússar alltaf að pota í Tyrkina. Já. Og svo þú ert komin á hennar stað þarna, evrópski konsertinn, engin má vera of öflugur, Tyrkirnir eru að deyja, það eru uppreisnir og þjóðurnislegar uppreisnir í Tyrklandi, á sama tíma þetta Rússland og Austurríki þjóðafangelsi eins og þau voru kölluð stundum. Já. Og þarna Rússar, Alexander og Nikulás fara á stúfana og tala við hinn stórveldin, hvað hefur að gera í þessu, skilur, verðum við ekki að skipta þessu upp og ef að við komist ekki að einhverju niðurstöðu þá bara gerum við það sem við viljum, sko. Þeir voru mjög mikið til í að fara og ná í þessu, þá kemur þessi panslavismi inn í þetta, þeir vildu fá áhrif á Balkanskaganum. Þetta er náttúrulega beint í andstöðu við hagsmuni Austurríkis sem líka er þjóðafangelsi. Já. Og hefur engan áhuga því að fá Rússa inn á Balkanskagan. Og heldur ekki áhuga að fá fleiri slafa en eigið ríki, þannig að þess vegna vilja þeir algjörlega bara status quo, það er bara stopp, enga breytingar. Þess vegna eins og ég sagði áðan, hlutverk Austurríki í þessu öllu sem hlutlaust ríki er mjög mikilvægt og Austurríki er líka rosalega mikilvægt að því leiti, þú veist, að þaðan höfum þú veist, þennan svona þessa metternísku heimsmynd Vínarfundarins. Já.
og hún endar þarna svo symbolist í því að sjálfur Metternich var neyddur til þess að segja af sér 1848 eftir byltingarnar þarna eða hvernig sem það var nákvæmlega mann ekki nákvæmlega smáaturinn í því en hann fer allan frá og við sjáum þennan konsert brotna niður. Og Alexander var alveg fullviss að Franz Josef, keisari Austurríkis, myndi aðstoða hann eða myndi allan að standa með honum í þessu stríði. Já, Nikulás. Nei, Alexander. Ertu ekki komin fram á Nikulás núna? Eða? Nei, Alexander annar sem byrjar Krímstríðið. Já, sko, Alexander fyrsti frá 1801 til 1825. Nikulás fyrsti 1825 til 1855 og Alexander annar svo 1855 til 1881. 55? Já. Nei, þetta alveg rétt þér. Ég bara búin að viksla þeim. Já, mitt. En nei, það var Nikulás fyrsti. Já. Hann leit svo á að Franz Josef myndi að styðja hana því hann hefði hjálpað honum í byltingarárinu 48. En þetta nefnilega var einmitt svona gott dæmi það að það getur náttúrulega gerst að þegar maður aðstóðir eitthvað sérstaklega að þá í staðið fyrir að það leiði til þess að menn verði þakklátti fyrir það að þá geta menn orðið mjög bitrir út í það að hafa þurft þessa aðstóð. Já. Þannig að Franz Josef leit ekki svo á að hann myndi styðja Rússa. Þannig að þess var Austurríki þá hlutlaust í stríðinu sem reiddi Nikulás og Rússa með mikið til reiði. Einmitt. Pældi hvað hann hefur verið alveg kornu hungur þarna Franz Josef með þér. Já. Hann hefur kornu hungur. En áhugavert með þessa karakter einmitt eins og Nikulás fyrsti. Það er heldur merkilegu karakter. Það er svona eitthvað svona algjör svona dýrkar svona bara eina sem hann hugsaður bara hernaður og glóri og eitthvað svona svaf alltaf á okkur svona hernaða betta bara vildi hvergi annars það að sofa sko. Hann var bara í þessu og þetta hefur fengið gríðarlega slæm eftirmæli sem stjórnandi í Rússlands. Já. Hann leiði svo miklu áherslu á en hann hernað og útþenslu og á meðan einhvern veginn landið bara rotnaði það innan á meðan. Einmitt. Hefur því verið lýst sko. En það var alltaf það síðan stríðin alltaf Krímstríðið þetta sýndi hvað Rússland stóð illa. Það var alltaf ótrúlegt að sko, ég held að þetta sé svona landganga eitthvað flóknast sem þú getur gert í hernaði. Það að segja þetta að sigla með her og skip og reyna að taka land einhvers staðar og berjast síðan þar alveg einstaklega flókið og erfitt. En þetta þannig, ég menn ekki söguna, þú ert eiginlega ekki með nein dæmi slíkar aðgerðir. Þú ert með, ég seti heimstyrjaldir úr með innrásunum Normandí, en til dæmis ástæðan fyrir því okkur svo innrás tókst var vegna þess að megni að þýska hernum náttúrulega var á Austurvíkstöðunum. Ef Þýskaland hefði ekki verið þar, það hefði verið óhugsandi og það hefði bandamenn ekki einu sinni reynt það. Nei. Það að Frakkar og Bretar hafi getað siglt með her og tekið land á Krímskaga sem er náttúrulega bara í bakgarðinum á rússneska keisaraveldinu og heimsveldinu og að Rússum ekki tekist bæði fyrsta lagi þá að stoppa þá og svo í öðru lagi að hrekja þá síðan í sjóin að það hafi ekki tekist náttúrulega sýnir sko hvað Rússland var rosalega veikt og vanmáttugt. Einmitt. Algjörlega og ég held að staða Rússlands fyrir og eftir þetta stríð eru þetta algjörlega eitthvað sem við þurfum að ræða síðan og eftir þurfum við ræðum kannski einmitt eftirmálan og hvað áhrif þetta hafði og svona. Einmitt. En þá að því við erum búin að tala um hvað hagsmuni þjóður höfðu Austurríki þá vildi í raun og veru bara hafa hlutir eins og það voru. Prússland var svo að maður geta beita sér neitt frammi fyrir en þeir á endanum sem studdu þá Austurríki, sérstaklega þá Austurríki byrja að pressa með Rússland lengra inn í stríðið og síðan er þetta líka með þetta sérstaklega fyrirbrigði náttúrulega að Sardinia og Piedmont tók náttúrulega líka þátt í stríðinu. Og er það ekki, þarf maður ekki átt að segja á því þetta að fyrir mörgum þá hljómar Sardinia bara eins og eitthvað hér að Ítalíu eða eitthvað en er það ekki rétt hjá mér að það eru þeir sem síðan endur náttúrulega með því að keyra sammenningunni í gegn? Já. Eða er ég að rugla? Nei, rétt. Já. Hún kom fyrst og fremst frá þeim. Þannig að Sardinia, Piedmont er svona eins og Prússland, Ítalíu. Já. Maður getur alveg borið það þannig saman. Og ástæða fyrir því okkur þeir voru taka þátt í þessu stríði var að sýna stórveldunum að
sameining Ítalíu væri ekki bara einhvers konar uppreisnar líður og vandamál, heldur væru þarna almennilegi stjórnmálamenn sem hægt var að treysta og þannig þá sákuðu þeir að styðja Breta og Frakka til þess að reyna að fá meiri stuðning fyrir sameiningu Ítalíu. Já. Og það sem er svo áhverjum líka við Krímstríðið, að Krímstríðið sko flétta inn í sig sko fullt af deilum og vandabálum og ögrunum, eins og til dæmis sameiningu Ítalíu sem fléttast inn í þetta. Auðvitað Ottomannaveldi er náttúrulega kannski kjarnin í þessu og svona hægtúrulega fall þess, en það fléttast líka inn í þetta valdadeilur til dæmis í Karabíska hafinu og í Norður-Ameríku. Því til dæmis Bandaríkin og Bretland voru hættulega nálægt að fara í stríði líka á þessum tíma. Já, því demokratar í Suðurríkjunum, þeir vildu taka yfir Kúbu frá Spánverjum og koma á þræla nýlöndu þar og þenni út náttúrulega þá þessi auka við þá þræla fylkin í Bandaríkjunum. Og Bretar voru að skipta sér líka af sko verslun í Bandaríkjunum, þannig að það voru öfl í Bandaríkjunum sem voru líka að svona ógna Bretlandi og það var hættulega nálægt í að færa í stríð inn á milli á þessu tímabili sem er mjög áhugavert. Og svo náttúrulega kemur líka inn í þetta náttúrulega Rússa síðan náttúrulega seldu síðan Bandaríkjunum Alaska skömmu eftir stríðið. Og það var meðal annars vegna þess að þeir sáu þá náttúrulega Bandaríkjunum voru að þenjast út og það var betra að selja það núna með gróða en að tapa því seinna í stríði. Og þannig að þú veist það var allavega valdabaráttur sem kom inn í þetta, en það er líka sumir sagnfræðingar hafa sagt að maður ætti náttúrulega ekki að kalla þetta Krímstríð, heldur frekar að kalla þetta rússneska stríði, því það náttúrulega var líka barist í Kyrrahafinu og í Eystrasaltinu. Já, en það kannski þessi anglocentrismi að fókusera svona á þetta þessar orustöðan í Sevastopol og nei, ég veit ekki. Nei, þeir voru samt, það var bresku floti sko, sem sigldi inn Eystrasaltið og sprengdu til dæmis Álandseyjar í tætlur og bresku floti líka sér réðst á rússneska flotanum í Kyrrahafinu. En náttúrulega megin þungi stríðsisu þetta var á Krímskaganum og svo rótgróið út og glimti ég ætla að reyna að breyta nafninu núna en það er allavega hægt að kasta þið fram. Já, það er samt svolítið fyndið maður að googla Crimean War sko, þá færður rosalega mikið bara um það sem er að gerist í Úkraínu í dag. Já. Það er svolítið mikið það sem fólk er að tengja við þetta orð í dag. Já. En við ætlum að í tengslu við sko svo við klárum hennan aðdraganda sko, af því að við vorum að tala af því þú varst að koma að þessu með kirkjuna og að vera verndari og þetta sko, af því það þetta kemur inn í þetta Nikulás fyrsti keisari sko, þess að ég var að segja að þeir eru búin að vera í mörgum styrjöldum við Tyrkina og þeir voru svolítið að vinna í því svolítið að gera Tyrkina að þess að hálfgerðu leppríkið skilur, eða svona háða sér, var það ekki? Þú veist, þeir voru svolítið að vinna í því að þú veist að voru búin að þvinga Tyrkina gegnum hinn og þessa samningana til þess að veita sér hinn og þessi réttindi, svo til dæmis þetta með þennan síðasta samning sem við gerðum þarna, það sem þeir voru búin að þvinga Tyrkina til þess að loka Bosporusundinu og Svartahafinu fyrir óvinna skipum. Já. Og síðan túlkuðu hinn stórveldinu það þannig að það gilti ekki rússnesk herskip og það er oft talað þetta sem svona einn af þessum stóru misskilningum í sögunni, af því þetta var rauninni bara misskilningur skilur en þetta var svona hluti af því að rússar voru að reyna að temja Tyrkina til þess að verða eitthvað svona leppríki undir sér auðvitað líka og hluti af því þetta er að Nikulás fer fram á það við soldánin að hann lýsi sig yfir sem verndara kristinna manna í Ottomanríkinu sem að Napóleon III skoraði á. Já, og þá sé maður út þessar eldgömlu deilur þá austur- og vesturkirkjunnar til þess að skora stig hjá kaþólsku kirkjunni. Já, og frönskum almenningi og einhvern veginn svona styrkja sína löggildingu og allt það. Þannig að þetta er náttúrulega munur náði til þess að vera, keisaraveldi byggt á vinsæld meðal þjóðarinnar
og að vera þá mögulega keisari byggður sem sko, hvað var að segja, rótgróið keisaraveldi sem ekki háð vinsældum meðal þjóðarinnar heldur einhvers konar sko guðlegri löggildingu eða eitthvað slíkt eins og náttúrulega Rómanóvarnir voru. Þetta munurinn, einræðisherran sem verður einræðisherra ekki á grundvelli fjölskyldur og ættar og eitthvað slíkt, hann stendur náttúrulega alltaf mikið veikar því hann náttúrulega svo háður náttúrulega þessum almennu vinsældum. Það sér maður líka með einræðisherra eins og Stalin eða Hitler eða bara hver það Mubarak í Egyptalandi í dag. Það allt annað. Þess vegna náttúrulega var Napóleon III þá að fara í taka þennan slag. En enda þetta svo ekki með því að sem sagt veikimaðurinn sem var komin á grafabakkann að hann svona reisti sig við og sagði sem svo að ég nú ekki alveg dauður ennþá og Bretarnir voru nú búin að gefa einhvers konar svona stuðningsyfirlýsingar þarna og þeir taka það skref að veita Frökkum þennan titil, verndari kristinna manna í Ottómaveldinu, eða ekki rétt hjá mér? Jú. Og þá trompast Nikulás. Já. Einmitt. Og þá einmitt, áhugavert í bókinu sem ég var að lesa, þá var einmitt einhverjar sem hvað kallar þetta á íslensku, svona sykophant. Einhver af þessum köllum sem voru stuðugt að mæra Nikulás og ber eitthvað í hann og tala hvað hann verið stórkostlegur. Þá vittar hann í einhvern og segir sko að það hafi verið að segja við Nikulás að hann geti látið sér dreyma sko 7 inland seas and 7 mighty rivers from Nile to the Neva, from Elba to China, from the Volga to the Euphrates, from the Ganges to the Danube, such is our empire to be. Það rétt ímyndaðir Rússland sko og tegja sig sko frá Níl og allt sko lengst inn í Rússland og frá Elbu í Þýskalandi allt austur til Kína og frá Ganges og til Dónár. Þú veist þetta. Já. Þetta kannski ágætis loka orð áður en við ættum kannski að láta staðan í hér. Við erum búin að tala saman lengi og fara síðan í sjálft stríðið hér í næsta þætti eða framhaldi af þessum umröðum. Já, og okkur liggur greinilega svo mikið á hjarta að ég held að það sé alveg sniðugt að skipta þessu í tvend. Nákvæmlega. Þá segjum við það kæru hlustendur við snúum hér eftir í næsta þætti af Hlaðvarpinu söguskoðun og ræðum meira Krímstríðið. Verið sæl.